Good evening, Europe, and welcome to the Eurovision Song Contest 2021. Vá, ég átti ekki vona það Nei, akkurat. Þetta var rosa flott. Já, þetta er ekki geggjað. Þetta var geggjað. En við erum samt bara hér á Íslandi að fara að spila páska. Mér leið bara eins og við varum kynnar í Eurovision. Við varum eitthvað svo ógeðslega flott. Já, kannski einn daginn. Kannski einn daginn. En verið hjartalega velkomin í þetta bingo, páska bingo. Hér mér á hægri hönd engin annar en Sigurður Þorri Gunnarsson, betur þetta sem Siggi Gunnars. Já, komið sæl. Og þetta hérna Eva Rúsa, eða eins og við köllum hana, Moja Rúsa, eða Rósin mín. Rósin mín, Moja Rúsa. Akkurat. Maður sjá, hvernig spjallið? Já. Það þarf bara að fara strax í það? Já, það er ein regla í þessu bingo. Við viljum sjá svolítið lifandi spjall, því að kannski einhver sem mjög skemmtilegur í spjallinu fær kannski vinning í kvöld, Siggi. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis. Er mikið af vinningum hérna? Það er mjög mikið af auka vinningum fyrir alla þá sem fá bingo, mögulega þeir sem fá bingo en fá ekki aðalvinningin. Nú leið mér eins og ég væri með skets. Já, í bingoinu? Í bingoinu. Og já. Mér er svolítið leiðilegt að þú sért hérna einmitt. Já, taka spottið með því ég er vanur því í bingo-þáttunum sem við erum með að þú sett bara einhvers annars staðar með einhverja vinninga. Ég fæ að vera einn. Þú þarft að deila spotlightinu með Siggi minn. Já, svolítið erfitt fyrir mig, en svona er þetta. Já. En við erum sem stress og hafum að vera velkist í vaðum það hvort það var að koma páskar, þá er ég algjörlega klár á því að það er að koma páskar með vinningarna sem eru hérna. Hér er allt vaðandi í páskaeggjum og mér langar svo mikið að missa svona eins og 14 páskaegg í gólfið hérna og borða þau öll, en það er víst ekki í boði. Nei, ég hef heimilað þess ekki mér. Já, og svo eru páskaöl hérna og ég veit ekki hvað, en það er ýmislegt sem við ætlum að spila upp á í kvöld. Já, og við ætlum að fara að spila fyrsta leikinn og við ætlum ekkert að vera með þetta flókið. Það hefur sýnt sig að það er ekki gott að vera með mjög flókið þegar maður er að spila bingo og sérstaklega ekki svona rafrænt. Og við erum með... Er það? Já, sérstaklega, við Siggi erum búin að frétta. Þið séu þarna með hátt í 7 spjöld á mann. Já, hvað er það? Er það mælt með því? Nei, það er heimsmet. Þannig að þið eru að slá heimsmet. Ég myndi ekki spila á 7 spjöld, ég ætla bara að gefa ykkur smá ráð. Ég myndi ekki spila á öll 7 spjöldin. Ég myndi aldrei ráða við þetta, aldrei. Nei, en þess vegna ætlum við að fara í góðu tempo í gegnum þetta. Tek ekki þátt í þessu. Shit, maður. En Siggi, þú ætlar að segja okkur hvað er vinning fyrir B-röð? Þegar við ætlum að byrja að spila, er það ekki bara B-röðina? Jú, og í vinning fyrir B-röðina, við spilum sem sagt lóðrétt niður, við lesum upp tölur, þú merkir við eftir því sem við á. Þú ert búin að fylla út röðina, ertu komið með bingo og ef þú fær bingo þá áttu möguleika á því að mæla þér í gjafabréf í sjálfkerabúðina Tomahawk steikarpakki fyrir 2. Er ekki Tomahawk steik alveg geðið? Jú, það var rosa tíska síðasta sumar til dæmis. Það voru allir að grilla. Síðasta sumar, já. Já, en það er... Ertu að segja að sé svolítið dottið úr tísku núna? Nei, ég held að sé bara grillsísun er að byrja aftur, þannig að þetta bara kemur aftur. Hvað ertu að gera um helgina? Nei. Ég er að fara að grilla um helgina. Ég var að ákveða á hann. Nice. Já, það er ekki alveg reyndar veðrið til þess að ákveða að fara að grilla núna, en ég er samt búin að ákveða. Já. Mér líst vel á það, Siggi. Og svo maskakvöld hjá einhverjum, og mér langar í maskakvöld á eftir þegar við erum búin. Ok, til það. Maski frá Black. Já. Já, er það geggjað eða? Það er geggjað með. Ok. Það er geggjað með. Og svo eitthvað sem ég er örlítið meiri sérfræðingur í, páskaegg númer 5. Það er geggjað. Ég get alveg vottað það. Já. Hvernig, fólk sem þetta fara að spila B-röðina, við teljum upp bara númer í B-inu, fólk merkir við, þegar það er búið að fylla út spjaldið eða fylla út B-röðina, hvað á fólkið þá að gera? Þá sjáu þið hérna, það er borðið sem rennur hérna niður í gegn og þá er þess að gera númerið á spjaldinu og nafnið. Það er mjög mikilvægt að sé númerið, ID-númerið á spjaldinu ykkar og nafnið og þið sendið SMS í þetta símanúmer. Og við fáum hérna síman, við erum með bingo-síman hérna. Bingo-síman? Bingo-síman. Af hverju hef ég aldrei fengið bingo? Ég stýri bingo-þáttum. Getur vinsælum, eitthvað. Ég hef aldrei fengið bingo-síman. Er þetta eitthvað svona leyni dæmi? Er þetta eitthvað svona í frímúrunum? Þetta er svona það sem við sem erum með öðruvísi bingo spinnum með. Ok, ég var ekki geðið til ég að bingo-síma. En já, og það er ID-númerið, eitt af ID-númerunum af þessum 1400 spjöldum sem við erum með. Já. Hvað margir, já, akkurat. Flottur að reikna þarna. Já, 700. Nei, ég veit ekki. Já, ok, gleymum þessu. Hvernig var rúlastað? Fyrsta tala kvöldsins er? B3. Já. B3 og eins og ég sagði áðan, við erum bara að spila B. Lóðrétt niður. Ó, já. Merkja, ding, 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 ding. Oh my god, bingo!
þá sendur byrju, hvað ID-númerið mitt? Já, senda í númerið, við fáum og þú verður komin í bingo. Já. Ég held að Siggi hafi fæðst talandi. Það það komur harður. Það rak skítafílan við. Já, ég veit það. Það svolítið svoleiðis. Það skeyt belgjan sem engan hafði rassinn. Þetta alveg... Vá, rosa margar setningar. Akkurat. Bara róleg Eva Rúsa. En næsta bingotala komið gott fólk og það B5. B5. Það skeyt, ég man ekki eins og hvað hún sagðir. Skeyt belgjan sem engan hafði rassinn. Já, en svo eru bingotölunar líka að streyma hérna í gegn sjá hvað þetta tæknilegt. Þetta eru klárið gaurarnir hérna. Það eru æðislegir hérna frá að streyma. Ok, næsta bingotala komin og það B4. B4. Ertu að sjá röðina sem eru að koma með bara? 3, 4 og 5. 3, 4 og 5. Já. Já, hvernig hérna... Spjallið. Það bara svona eitthvað að gerast. Já. Það verður að tala að fylla aðra hæðina páskaeggjum og svoleiðis. Já, mér líst vel á það. Já. Það er greiðlega keppni milli hæða. Já, akkurat. Næsta... Mér líst vel á aðra hæð. Við erum hérna á efstu hæðinni. Já. Það er rosa mikill vindur hérna efstu hæðinni. Mjög mikill vindur hérna. Já, mjög svo. En næsta bingotala komin og það B10. B10. Þannig að það gæti, þau eru alltaf með svo mörg spjöld, þannig að það gæti alveg fara að detta bingo jafnvel núna. Núna er orðið svona bingo fært að minnstu kosti. Og það tala Nesik, ég ætla að leyfa þér að segja hana. 13, B13, óhappatalan mikla. Já, kannski happatalan hjá einhverjum. Gæti verið. Ert þú einn af þeim sem að sest ekki í sætaröð 13? Nei, mér er alveg sama sko. Okay. Já, ég sé ekki mér. Við erum eins og hérna á 7. hæð, sem er vist mjög gott af því að 7 er lukkutala margra. Það getur verið lukka yfir þessi hjá okkur í kvöld. Já, gæti verið. Já. Það verður alltaf lukka með einhverjum, því að talan B9 er komin inn. Jæja, B9 er komin inn. Bingo-síminn lætur ennþá bíða eftir sér, þannig að við erum bara slök. Við erum slök. Nokkuð slök. Já, Siggi minn, við erum slök. Við erum sultuslök, en við ætlum að fara hérna áfram í B. Nú koma allar tölurnar á spjaldinu nema B. Ok, B var að detta. Og það er B2. B2. Og munið, ef þið fáið bingo, þá skrifið þið ID-númerið á spjaldinu og nafnið ykkar. Þannig að við getum skráðið þetta allt saman hjá okkur. Svo bara, eru vinningarnir bara klárir fyrir fólkið? Já. Á morgunni eða eitthvað? Já. Já. Skulum ekki taka neina ábyrgð á því. Nei, við tökum enga ábyrgð á því. Nei, þeir verða einhvern tímann klárir. Það er fyrsta. Oh my god! Býtu. Þetta er geggjað, þetta er bingo-síminn. Sandra er að koma. Ok. Býtu. 5, 9, 7. Sandra er að detta hérna inn. Það er mögulega komið fyrsta bingo kvöldsins. Alrighty. Oh my god, Sandra Sæta, eins og ég kýrst að kalla þig. Já, þekkjur hana? Nei, ekki neitt. En ég kann að lesa. Og er Sandra með bingo? Hún er... Nei, er það? Jú, hún er með bingo. Jú, hún er með bingo. Sorry, ég var bara að gera smá spennu í þessu. Nei, er það? Ok, nú þurfum við að bíða í smástund. Hvort það er einhver sem er að fara yfir spjöldin sín núna og fá einhver annar komið með bingo. Að gera að fara vel yfir spjöldin. Að gera að fara vel yfir spjöldin. Sjá hvort að þú getur hrifsað vinninginn, tomahawk-steikina frá Söndru. Já, því að ef það eru fleiri en einn með bingo, þá erum við ekki með spilastokk sem við munum draga. Winningshafan. Ægi Björg var að hafa samband, hún segir vantar eina tölu, ekki sátt. Palli, hann segir 3 er að happatalan. Veistu það, Palli, Páll, rosa búin að ákvæða að kalla sig Palli. Svo bara aldrei kallaða Palli og bara þolir ekki að vera kallaða Palli. En Páll Sigurðsson, hann er nú ánægður með þristinn, en þetta gekk samt ekki hjá honum. Nei, það gæti komið. En ok, mér sýnist Sandra vera svo eina sem er með bingo. Akkurat. Það er bara svolítið svoleiðis. Þá bara sendum við kæra kveðju til Söndru sem að var að næla sér í gjafabréf frá Salgerðarbúðinni, Tomahawk-pakkin sem er alveg rosalegur. Steikapakki fyrir 2. Já, og svo er það náttúrulega líka maskakvöld frá Black, það er geggjað að taka maskakvöld og páskaegg númer 5 sem er cirka bát svona. Cirka bát svona? Geggjað að við erum að japla hérna á páskaeggi bara alveg, bara með þér öllum.
Jæja, Sandra mín, ég óska þér hjartanlega til hamingju. Sandra bara ein þarna með bingoið. Já. Og við óskum henni til hamingju með þetta, þökkum henni fyrir að taka þátt og hún getur haldið áfram að taka þátt og nætseri vinning í næstu röð sem að í röðin. Þú ert að stilla hérna upp bingo-kerfinu og við þurfum að vera tilbúin í þetta. Já. En hvað ætli sé í verðlaun fyrir í röðina? Jú, það steik og dessert fyrir 2 frá Salgerabúðinni og svo það líka orkuskál frá Ísey og páskaegg númer 5. Það eru nú góðar skálarnar á Ísey. Það eru rosalega góðar. Rosalega góðar. Og steik og dessert, það klikkar aldrei. Það klikkar aldrei. Steik og dessert alltaf málið. Það alveg sama hvað steikin Bíddu nú við. Lilja að senda hérna. Nú er ég búin að hreinsa. Já, við vorum komin í næsta leik. Það bara svo leiðist því miður. Það þegar við erum komin í nýjan leik. Já, auðvitað. Ok, Lilja, bíddu. Ok, hér að koma. Þetta það sem grunað. Þetta getur oft gerst að það kemur inn aðeins seinna. Við erum aðeins að teygja lopan. Já, við erum aðeins að teygja þetta. Núna. Já, veistu það, Lilja líka með bingo. Lilja. Ok, þá bara komið. Sandra, afsakið, en það sko, ekki fara að gráta stelpur því að þið fáið báða vinning. Það svolítið svoleiðis. Þannig að, Siggi, nú dregur þú spil fyrir Söndru. Ok. Þetta spil fyrir Söndru. Nú ég Sandra. Býtu, Ásinn hæstur að legstur? Þú ákveður þetta, þú ræðir þessu. Ásinn hæstur. Vá, ok. Já, tvistur að legstur. Góðan dag, ég heiti Sandra og ég að draga spilina. Og ég fekk 4. Siggi, það var lélegt spjall, en alltaf læg. Ok, og svo það Lilja. Góðan daginn, ég heiti Lilja og ég að draga spilina. Og ég fekk að muna á litlu. Oh my god, þetta grínast. Lilja fekk 7. Hún að fara að ná í, hún hrifsaði tomahawk-steikina. Lilja kom á harðaspretti hérna inn í bingoið og hirti þetta af. Þetta rosalegt. Þetta var svakalegt. En Sandra, ekki örvænta því að þú færð, afsakið ég fer út mynd. Þú fær súkkulaði páskaegg frá Nova Sirius. Ég eiginlega meira til í þessi páskaegg heldur en tomahawk-steikina, sko. Minna vesen sem fylgir þeim. Þú bara einhvern veginn getur legið upp í sófa og borðað þetta. Já. Ertu sammála? Ég sammála þess ekki. Það er mikið vesen sem fylgir svona tomahawk-steikum, sko. Ok, Sandra. Ég bara einhvern veginn, þú veist, smá meðvirkur með Söndru. Já, ég veit, þetta var svekk, Sandra, þetta var svekk. En við hvetjum fólk til að reyna að fara yfir spjöldin sín á sem mestur hraða. Þetta eru náttúrulega 42 spjöld og mann, þannig að það tekur smá tíma að fara yfir spjöldin. En En við ætlum að keyra þá í næstu röð sem að í röðin. Spilum hana lóðrétt niður, þú merkir við það sem að við á. Og ef þú ert búin að fylla út röðina lóðrétt niður, þá ertu komið með bingo og þá sendur okkur skilaboð í símanúmerið sem er hér á skjánum 7932500 og setur nafnið þitt og ID-númer með svo við getum skráð vinninginn á því. Og við erum að fara að spila upp á steik og dessert frá Salgerabúðinni og sömuleiðis páskaegg og orkuskál frá Ísey. Nice. Ok, þetta byrjað að rúlla hjá mér, Siggi, þetta byrjað að rúlla og það I26. Alrighty. I26. Læsilegt. Já. En við höldum ótrúð áfram og næsta tala komin og það I30. I30, það góð tala. Siggi, ykkur hressir í spjallinu? Ykkur brandarar þetta í spjallinu? Nei, það var spurt hvort þetta resetta. Já. Afsakið. Það góður brandari. Já, það góður brandari. Ok, allir sem þegar vorum að spila B áðan að það mjög mikilvægt að resetta spjaldið eftir núna B. Þannig að þið getið alveg resettað spjaldið ef þið voru ekki búin að því eftir B-röðina og tölurnar sem eru komnar í eru I24, I26 og I30. Alrighty. Og eftir hvern leik þá mjög nauðsynlegt að resetta spjaldið. Ég viðurkenni, þetta var okkar, þetta var svolítið mín mistök. Svolítið þín, þú reyndar í þessu öðru en ég. Já, að taka þetta ekki fram. Ég tek enga ábyrgð. Hann fría sig allri ábyrgð. Ég fría mig algjörlega allri ábyrgð hér. Já, þetta Já, sjá, nú er ég alveg bara í ruglinu. Já. Þú ekki bara farið við tölurnar sem eru komnar í einu. Það I24. Akkurat. I26. Já. I30 og I29. Þessar 4 tölur eru komnar í og þær eru á sjálfsögðu byrjar að renna hér 24, 26, 30 og 29. Já,
Þetta eru tölurnar sem eru komnar. Geggjastöf. Já. Geggjastöf. Þetta er ekki flókið. Já. Þannig að nú sjáu þið tölurnar svo rúlla þarna fyrir neðan, þannig þið getur farið yfir þetta í róliheitunum. Já. Það er náttúrulega bullandi bull í okkur, þannig að ég skil vel að það sé erfitt að fylgja þessu eftir. Og samkvæmt því sem Eva Rósa segir, þá er sérstaklega mikið bull í mér. Já, heldur betur. Þannig að... En nú held ég held að ykkur krakki verið ánægð með þessa tölu. Þegar krakkar, þetta er kölluð samlokutalan. Já. Og það er I22. Alrighty. Ég vissum að eitthvað barn er núna að spila heima með mamma og pappa og er með I22. Svo verður að spyrja hvort þið megi tilkynna bingo í spjallinu. Nei, það verður að senda SMS-ið, númerið er á skjánum, þú sendir nafnið þitt og ID-númer og alveg eins og Sandra og Lili hérna áðan átt á möguleika á vinning. Það fer bara eftir því hversu gott spil ég dreg fyrir þig. Já, það er mjög nauðsynlegt að senda í síman af því að þannig reglunar í okkar leik og við Siggi eru bingostjórar og þetta er reglan. Já. Ok, við höldum áfram. Við erum að gefa ykkur með því að vera að spjalla svona, þá erum við að gefa ykkur tækifæri til að fara yfir öll 7 spjöldin ykkar. Já, og svo þetta er bara líka mjög gaman að því að spjalla. Þú ert svona svolítið að reyna að réttlæta spjallið. Já. En næsta bingotala er komin og það er I20. Já. I20. Akkurat. Ó já, Siggi sætt, næsta tala er strax komin, ég veit ekki alveg, ég ætla aðeins að 1, 2, 3, 4... Það fer svona líða því að fara yfir að bingofært. Það gæti. Að gera að fara vel yfir spjöldið sín, en við getum svona sem gefið fleirum á tækifæra á því að ná sér í vinning með að henda út næstu tölu, ég veit það ekki. Já, ef við ekki bara gera það. Fleiri tölur, meiri líkur. I28. I28, talan sem að allir er að tala um. 8. Það er bara svoleiðis. Allir er að tala um. Já, og hérna segir Páll Sigurðsson steikarsamlokutalan 22. Páll, ertu kallaður Páll eða ertu kallaður Palli? Já, ég þarf eiginlega svolítið að vita. Vita, ég vissi að ég fann þetta á mér. Já, er að koma? Vitu. Og hver var að senda? Það er ekki nafn? Nei, það er ekki nafn. Þú sem varst að senda með 30, það er væntanlega þá 030. Við okkur vantar nafn á... Símanúmerið sem byrjar á 611. Já, Greta. Greta Björk. Veistu það, Greta er með bingo. Já, Greta hefur alltaf verið flottust. Hún er alveg rosalega flott. Hún sé ekki mikið að mæta seint á morgnana. Ertu að mæta seint á morgnana, Greta? Af hverju? Nei, bara svona... Ertu þú okkar móti fólki sem mætir seint á morgnana? Nei, ég er bara svona, þú veist, ég þekkti eina Gretu sem kom stundu svolítið seint. Já, þetta er svo sama? Já, allar Gretur eru svolítið svona. Já, ok, þetta er svona sama. Nei, ég er að grínast í þig, Greta mín. Ég er að grínast í þig, Greta mín. En nú ætlum við aðeins að hingra því að, nei, mæti alltaf á réttum tíma. Ok. Gott, Greta mín. Greta, flottust, Greta. Það er þetta 9 hérna, heldur það? Heldur það sé 9 hérna, á mæting? Já, alveg 9 plus, sko. Já, mæta 9 í vinnuna. Það var ekki að hafa einhvern fyrir að mæta í vinnuna. Nei. Glemir þessu. Ok, við erum allavega komið með Gretu Björk með bingo. Já, þú gefur svo smá séns allir að fara yfir spjöldinu sín. Já, veistu það, veitu hvað ég ætla að gera? Veitu hvað ég ætla að gera núna? Siggi, veistu hvað ég ætla að gera? Nei. Býtu. Farð þú og græða þetta, ég get alltaf sagt þér það að Páll Sigurðsson sem við erum búin að vitna í ítrekkaði kvöld, hann er kallaður Palli. Og veistu hvað, Palli, þú ert eitt svona. Nei? Jú. Ertu að grínast? Svona er ég næs. Vá! Já. Og merkir þá þetta bara Páli Sigurðssoni? Já, þá ætla ég bara að merkja. Og bara komið skilríki þannig að fólk viti hvað þú ert. Páll Sigurðsson, þú færð páskaegg. Yes. Þetta er bara svona sem þetta virkar. Það er sveigjanlegu vinnutími hjá Reykjavíkurborg. Nú! Orðið sveigjanlegu vinnutími, eða ekki orðið, setningin sveigjanlegu vinnutími eða hugtakið er besta hugtak sem ég veit um. Hvernig allir, mætir maður bara þegar maður vill og fer maður bara þegar maður vill og svona? Palli getur svaraði út af því ég var að fá Ósk. Segja okkur meira frá hérna. Ósk Þorvarðar segja okkur meira frá sveigjanlegu vinnutíma. Með bingo. Ok, það er komið 2 bingo. Ok, býðið, nú þarf ég að skrifa. Já, það heita hvað? Greta Björk og Ósk Þorvarðar. Ósk Þorvarðar. Ætli Ósk, eru Óskinn kallaðir eitthvað, þú veist, eins og ég heiti Sigurður, kallar Siggi. Ósk, ætli sé hægt að stytta það eitthvað meira? Nei, ég veist ekki. Siggi, ég held að sé... Ég ætla að vera svo kasjól eitthvað. Eitt fyrir hana, Óu, já, Óu, já. Herru, ok, þá drögum við fyrir Gretu, fyrsta spjald. Góðan dag, ég heiti Greta, allt í lagi.
aftur fjarkinn. Siggi, shit, þetta rosalegt. Ég biðst afsökunar fyrir Sigga hönd, hann sé svona lélegur að draga spjald fyrir ykkur. Ok. 10. Oh my god, Ósk! Ósk. Þú varst að taka þetta. Ósk tók þetta, en Greta mín, ekki örvænta, Greta sem mætir alltaf á réttum tíma. Á sveigjanlega vinnutímanum. Á sveigjanlega vinnutímanum. Þú fær líka páskaegg. Það bara svo leið skvísi bæ. Hins vegar var sko Greta að bjóðast til að geyma eggin hans Páls. Já, það bara spurning. Svava mjög ánægð fyrir hönd Páls og segir til lukku með eggin. Já, þau samgleðast þarna. Svona þetta. Já, en þá okkur ekkert að vambúnaði, Siggi. Ég að stokka spilin alveg núna, þú veist. Já, þannig að sé 100%. Þannig að það komi alveg geggjað. Ok, og meðan að Siggi stokkar, þá ætlum ég að segja ykkur hvað velun fyrir N-röðina. Við erum að fara í hana núna? Já, það Wellington fyrir 2 frá Sælkerabúðinni. Rosalega gefið mikið að steik hérna í kvöld. Já, það var engin sattur eftir þetta. Jú, það var allir sattur eftir þetta. Allir sattur eftir þetta, ég meina það. Það var engin svangur eins og það. Það var allir svangir eftir að heyra okkur tala þetta. Já. Orkuskál frá Ísey og páskaegg. Og nú nauðsynlegt að allir hreinsi spjöldin sín þegar við ætlum að fara að spila N-röðina. Já, það var svo gott að hreinsa spjaldið. Já. Bara að hreinsa vel út, lofta vel út á spjaldinu. Ok. Hvernig gengur? Þetta fín talva, Siggi, sem með hérna. Og fyrsta N-talan komin og það N33. N33. Oh yeah, baby. Líst mjög vel á þetta. Það sem að geta Guðrún segist vera vinkonans Palla og sé til í eggin. Já, og svolítið svona smá kennarasleikir. Já, við fílum það. Við elskum kennarasleikir. Ég var nefnilega rosa kennarasleik í skóla, þannig ég veit þetta. Kemur ykkur ekki óvart ef þú sagði. Í alvörunni, varstu það? Já, ég var það. En talaðir aldrei ómikið í tímum? Jú, ég elskar. Þess vegna var ég kennarasleikja. Og var að tekið svolítið fyrir á foreldraviðtölum? Já, elskar mig góða. Þekkið það þá bæði? Já. Já, ég ennþá svolítið fúll yfir því sem þú sagðir áðan nefnilega. En næsta endalega komin og það N39. N39, Palli klári steikina, hann segir steik. Ok, Palli. Sem má líka færa rök fyrir að þessi bingo-þáttur pínulítil steik. Já, en það allt í lagi. Já. Siggi, ég ætla að leyfa þér að segja næstu tölu. N32. 32. Ó, ég. Hvernig finnst þér að fá að lesa svona upp tölunar en ekki bara vera í vinningunum? Ég bara elska það. Ekki? Jú, mér finnst það æðislegt. Býtum við, það kom, við erum að spila N. Já. N45. N45. Glæsilegt það. Já, þetta rosalega glæsilegt, sko. Já. Ok, já, þetta uppáhaldsröðin mín, af því að það einn frípassi þarna. Ok. Það í miðjunni, X í miðjunni. Já. Þannig að maður þarf færri tölur. Þetta bara 4 tölur, þannig að það orðið bingo fært í N-röðinni ef maður fara vel yfir spjöldin sín. Tölurnar rúlla hérna neðst á skjánum. Oh yeah, baby cake. Og baby cake, ég ætla að segja þér að næsta tala komin og það N35. Ertu ekki að grínast? Nei, ég sverða. Ertu ekki að grínast? Ég myndi aldrei grínast með svona hluti, Siggi. Þú veist, ég tek þetta grafalvarlega. Já, ég veit það. Ykkur sprelligósar þarna í... Nei. Palli bara í steikinni eða þá? Já. Það hægt að vera í sambandi við okkur í gegnum spjallið á YouTube-rásinni. Jeps. Ok. Það ekki setja aðra tölu út, auka vinningslíkurnar. 2, 4, 5... Við viljum það. Við viljum auka vinningslíkur. Já, ok. Við erum að tala töluna. Nú, ég veit að það kemur bingo, ég finna á mér. Ég svolítið svona bingo-skinn. Ok. N41. Ertu að grínast? Nei. Það tilfellið? Já. N41. Ó já, kallið minn. Nú ætlum aðeins að hæja, þannig að þið séð að ná að fara yfir bingo-spjöldin. Palli. Enn og aftur téður Palli. Já. Hann að einbeita sér svolítið af bingo-spjöldunum sín. Já. Oh my god, það eru 2 að detta. Nei, bara BOOM! Ok. Ég elska bingo-síman, þetta mjög Oh my god, 3. Ok. Bingo-símin sjóðandi í kvöld. Siggi að sjá bingo-síman í fyrsta skipti. Já. Sko leifa hann að vera spenntur yfir þessu. Já, mér finnst þetta geggjað, við erum með svona bingo-síma. Ok, Erla Bjarni, hún með bingo. Ok. Það var að Animer, nei, þetta grínast, nú hrynur þetta inn. Ennið er greinilega mjög vinsælt. Já, þetta náttúrulega besta röðin, sko. Já, ennið langbesta röðin. Við erum að tala að Anna María, hún með bingo.
Býtum við, það að koma hérna sem með 4, 5, 6. Okkur vantar nafnið á þér sem með ID-númerið. Mér ég að sjá e-mailin sem að menn eru skráðir fyrir hérna. Allir @reykjavík.is. Já, þetta það svolítið cool að vera með @reykjavík.is. Reyndar eru allir með eitthvað skúst Jón.Þorgeir.Halldórsson en þú veist, samt svolítið cool að vera með @reykjavík.is. Þetta mjög flott. Við getum kannski fengið eftir, við erum búin að vera starfsmenn hérna í kvöld. En sko allir einhver í tölvudeildinni sé að horfa? Nei, náttúrulega ekki, það enginn í tölvudeildinni náttúrulega hérna. Nei. En ef þú þekkir einhvern í tölvudeildinni, þá máttu endilega beita áhrifum. Já, ok, og það var Steinar með bingo og Oddrún. Ok, þannig við erum með 1, 2, 3, 4 bingo. Við erum með 4 bingo og Siggi, þú ætlar að byrja á að draga fyrir Erlu og sýndu þeim svona spjaldið. Svolítið flottur á því. Nei, já. Nei, svona, já. Já, flottur, ok. Þú mátt ráða hvernig þú dregur. Ég var búinn að stokka þetta. Já, ég var bara að ráða hvernig þú dregur. Alltaf læs svo. Veist þér alveg fyrir, hvað er þetta? Drolla. Það er drolla. Oh my god, ok. Erla með drollu. Þetta var flott, Siggi, flott fjöður. Mjög stolt af þér. Ég er öll að koma til. Já. Eða allur. Allur koma til. Það tekur alltaf þegar maður fær svona drottningar, eitthvað svona truflari. Það tekur það beint til sín. Kóngur! Oh my god! Þetta hvort að herra, kóngur og drottning? Kóngur. Kóngurinn er... Kóngurinn er herri. Það er svo langt síðan að þessi spil voru gerð að það var ennþá, þú veist. Anna Það var María. allt svolítið svona karllægt þarna á þessum tíma. Já. Sem er ekki gott, sko. Nei. Sem er ekki gott. En nú ætlum við að fara í eina. Akkur er ekki neina prinsessur? Þær eru þarna inn á milli. Veitu, þú ert með kóng og drottningu. Já. Og hvað ertu svo með, er þetta ekki með eitthvað Svo erum við með Steinar. Og hann er að fá næsta spil. Hvað þetta okkar óþolinmóður, guð. Það skal ég flott sann. Kóng og drottning og svo erum við með Steinar. Hann er í hirðinni. Það er gosi. Á! Shit! Það er ás! Ok. Steinar. Steinar. Steinar! Ok, Oddrún þarf að taka ásinn líka til að eiga möguleika. Veitu, það er einu uppbót? Já, Oddrún. Oddrún, ok. Já. Má ég sjá. Oddrún. Þetta er spennandi, sko. Þetta er mjög spennandi. Ok, ætlar að fara alveg... Hann er svolítið dramatískur, við vitum það, en alltaf læg. Flottur. 8. Ó. Ég ætla að taka svona tillöp. Ok, Steinar, þú varst að vinna. Hann fékk bara ásinn. Það er bara svoleiðis. Hann fékk ásinn. Já. En skvísur... Já, við höfum að gefa skvísunum eitthvað. Erla, Anna María og Oddrún, þið fáið allar páskaegg nr. 3. Ok. Svona er þetta. Svona er þetta. Svona bara. dælið út vinningunum. Já. Já. Þá þarf ég að skrifa. Þú skrifar. Erla. Þú ert svona svo ábyrgað í þessu sambandi. Já, það er svolítið ég. Já, sérðu svona allt einhvern veginn. Ég mæti bara að byrja að tala. Aumingja Svafa hins vegar, hún er bara ekki að fá sko neitt á spjaldinu sínu. Hún er sko nei. Það er bara svoleiðis. Og býtum við Oddrún, Oddrún, já. Svo spyr Björg Helgadóttir hérna. Já. Eru ekki rósir í boði frá þér, Eva? Aukavæningar. Æ, því miður ekki þetta sinn, Squeezy Pie. Ekki þetta sinn. Svo er það Rebekka sem spyr, hvað er Bingo Bjössi? Hvað er Bingo Bjössi? Er ég ekki bara Bingo Bjössi? Þú ert Bingo Bjössi. Já. Bingo Bjössi er hér á meðal vor í kvöld. Já. Og bara hress. Siggi, vilt þú fara hér núna? Ef að skipta stað? Já, þú er svolítið þreytt að vera þarna megin. Nei, mér okkar aðeins henda mér í spjalli hjá fólkinu. Já, ok. Já. Allt í lagi. Herru, þá bara fer ég. Ég er svo sem að, ég reyna að gera eitthvað. Það er svona kærulaus hérna á kanti. Hvað sé það? Ok. Ok. Flottur, Siggi. Nei, það ekki? Jú. Ég er bara til í þetta. Og við erum að fara að spila Geruðina og það er Wellington steik. Það er meiri steik. Það er meiri steik á Salgerabúðinni. Palli, öll von er ekki úti en þá fyrir þig. Nei. Palli, þú veist, mér líður eins og ég sé fyrir að þekkja Palla. Ég veit það. Það er alltaf svona, þú veit ekkert hver þetta er, það er bara út í bæ eitthvað að skrifa, en samt, mér líður bara eins og ég þekkja hann. Mér líður eins og að sé alltaf vinur minn. Já, ég veit það. Hann gefur þannig væp frá sér. Flottastu Palli. Flottastu Palli. Orkuskál og... Við páskaegg. Skrifaðar þú ekki þetta sjálf? Ég var að hugsa hvað skrifa þetta. Það var ég sem skrifaði þetta. Það er svolítið slæmt að geta ekki lesað einn skrift. Oh my god. Ég veit það. Eva Rósa. En við ætlum að spila Geruð, Siggi, þegar ekki? Geruð, jú. Og ég er búinn að setja hérna upp Sequence 4. Já. Já, skiptir það einhverju fyrir áhorfendurna? Nei, ekki neinu. En ég er að minnsta kosti búinn að því. Já. Og er tilbúinn að fara að spila hér bingo. Ég er klart þetta. Geruðina. Já. Og þetta bara fyrir að gerast núna. Má sjá. Fyrsta talan er dottin í hús og hún er
55. 55. Já. Steikar samlokutalan Já. sem við ætlum að kalla þetta í kvöld. Samloku. Já, þetta líka samlokutala. Já, þetta salok. Allar tölur sem að liggja hlið við Munið hlið það, eru samlokutala. Þetta svona það sem þið læri hérna. Ég er skólastjóri í bingoskólanum. Já, þú ert það, já. Já. Ok, Já. allt í lagi. Siggi minn. Bara haft þetta eins og þú vilt. Og þá ætlum við að fara yfir í næstu tölu sem að er... Hættu nú. 53. Er það grínast? 53. Ég sá þetta ekki. Ég sá þetta ekki Ég sá þetta ekki fyrir. Nei. Ég hef ekki getað að spá þessu. Nei. Já, Erla er drottning. Nú. Já. Já, það er Ég bara... er alltaf að vera vitlaust í spjallinu. Já, nú er það... leið og þú fórst á spjallið, þá vildu þeir tala við þig. Já. Er ég eitthvað svona óbyggjandi? Nei. Þau eru bara, það er fara að líða eins og kvöld, þau eru komin í svefngalsan. Já, ég skil. Svefngalsin er að kikkin. Já. Við höldum okkur við G-röðina, eðli málsins samkvæmt. Þú ert að merkja við, vonandi búin að hreinsa spjaldið. Ef ekki, þá er ekki of seint að hreinsa spjaldið núna. Og þegar þú fær bingo, þá sendur okkur skilaboð í símanúmerið sem er á skjánum og ID-númerið þitt og nafnið þitt. Sömuleiðis ekki gleyma nafnið þitt. Ég er aðeins að... Já, ok, ég er að benda vilt sátt. Ég var bara alltaf á hérna, ég er að benda á númerið. Já, þú bara haltu þessu upp í smástund. Bara, þetta er númerið. Númerið. Ok. Næsta tala er 57. 57. Haldið ykkur fast góðu gestir. 57. Og næst þar á eftir kemur talan 50. 50. 5, 10. 50. 10. Já. 5, 10. Ok. Þú verður náttúrulega 50 á næsta ári. Koma svo. Ái! Ég er alls ekki 50 á næsta ári. En það mun ekki fara fram hjá neinum þegar það kemur á því að ég verði 50. Já, það er geggjað að vera 50. Já. Bara engir aldursfordómar hér. Nei. Við höldum áfram. 58 er næsta tala. 58. 58. 58. Ef það er eitthvað sem kemur hérna inn með eitthvað geggjaðan brandara, þá er ég bara meira svona old school brandara. Já, bara, þú veist, tómatara. Já, ég bara, þú veist, eitthvað eitthvað brandara sem ég hlæja, þá fær hann kannski vinning. Ok. Er þér hlátur í huga eitthvað? Já, það er smá gals í mér, ég finn það. Já, mér líka nefnilega. Já. Ég veit ekki hvort það tekið eftir því. Jú. Já, ok. 58 er semst síðasta talan sem kom í G-inu og næsta tala er 60. Það hæsta sem getur fengið í G-röðinni. Að gera að senda okkur SMS í númerið sem er á skjánum með ID-númerinu á nafninu ef að þú ert komið bingo, fara yfir spjöldin. Tölurnar sem eru komnar eru 50, 53, 55, 57, 58 og 60. 60. Flott. Þetta var rosalega flott hjá þessu. Yfirvegað og gott. Og það er komið. Það er komið bingo! Ok, ég er bara að spá í einu. Oh my god, þetta er Jóhanna Guðrún ofan okkur! Is it true? Is it over? Did I throw it away? Hún hefur aldrei heyrt hennar brandara. Was it you? Is it you? Was it you? Is it you? Was it you? Já, was it you? Já, was it you? Já, ok, þetta er dáið bara. Hún heitir Jóhanna Guðrún Sigurðardóttir eða Jóhanna Sigurðardóttir líka. Já. Sem að var að ná sér í bingo. Aðtöðu hvort að henni tíma sé komin. Já, akkurat. Skulum sjá hvort að tíminn þinn sé komin. Herði, já. Þá fer ég og græja þetta. Ég er náttúrulega bara að gera þetta inn í fyrst skipti. Að sjá, svona, búm og búm. Þetta er nefnilega það sem að maður er búinn að vera núna með Sigga í kennslu í þessu rafræna. Jóhanna Guðrún er með bingo! Jóhanna Sigurðardóttir, þinn tími er kominn. Vá! Pældi að heita samt svona iconic nafni. Jóhanna Guðrún eða Jóhanna Sigurðardóttir. Já. Þú veist, menn voru í stuði þarna þegar þetta nafn menn voru í stuði. Var búið til. Sjáum hvort það komi annað bingo. Já. Við bara bíðum spennt að sjá. Já. Að gera að fara yfir þetta allt saman. Við erum að bíða og sjá. Erum við frosin þarna hjá þeim eða? Ok. Jæja, ok. Nei, það er annað. Það er annað bingo! Nei, ein tala eftir. Ekki blöff okkur með að segja ein tala eftir. Mér sýnist Jóhanna Sigurðardóttir bara ætla að fá að hanga á þessu. Mér sýnist það líka. Jóhanna, vá, veistu að ég datt núna, nú eru tæknilegir örðuleikar. Já, bara hjá þér. Ekki hjá okkur, sko. Nei. Þannig að... Og datt af netinu. Datt af netinu. Þannig að þú sér ekki spjallið.
En við erum eins og alveg í góðum málum. Já. Það enginn búinn að bætast við í hópinu af þeim sem að fengu bingo fyrir geröðina. Það bara hinn eina sanna Jóhanna Guðrún. Eina sanna Jóhanna Sigurðardóttir með þessa fínu skjaldborg og þetta fína Eurovision-lag og allt það helsta. Flott. Og hún var þá að næla sér í hvað? Hún var að næla sér í Wellington steikar pakka fyrir 2 frá Sælkerabúðinni, orkuskál frá Ísey og páskaegg número 5. Já. Ok. 5. Nei, byrju, herru. 1, 2, 3, 4, 5. Nú er ég alveg í bullunni hérna. Já. Byrju. Þú græðir þetta. Ég ætla að sýna hvernig páskaegg númer 5 lítur út. Það lítur út svona. Og fæst í næstu verslun og sömuleiðis í vinning hér. Páskaegg númer 3 hefur tekið eftir því þegar þeir eru búin að breyta. Það var alltaf svona lítill poki á litlu páskaeggjunum. Nú þetta komið í eitthvað svona. Þetta skemmtilegt. Já. Þetta svolítið svona lifandi. Hefur þú einhvern tímann, nú ég ekki að segja að ég hafi gert það og ég hef ekki gert það, tekið svona páskaegg númer 3 og borðað það bara svona eins og, þú hefur greinilega gert það, fyrir að segja að það verja svona mikið og hafur ekki gert það. Hefur þú borðað það svona eins og bara, þú veist, þetta borðað af draum eða eitthvað bara? Ég gerði það yfir síðasta bingo þátt. Er það? Já. Það var gott? Það var mjög gott. Ég var alveg til í það. Heyrðu, veit að nú ég dottin út af internetinu hérna, en ég sé ekki spjalli. Heyrðu, ok, þá, ok, Siggi, segð þú fólk í fressa, nú ætlum ég bara að fara á... Já, við ætlum að fara í síðustu röðina í bili, þangað til, þú veist, ekki bili, svo ætlum við bara áfram, þangað til við spilum allt spjaldið. Það ó-röðin eða ó-röðin. Og hérna, hvernig gengur hjá þér, Rósa? Ok, nú er ég bara komin til síman, ég redda mér. Ekkert vesen. Ok. Það er semst ó-röðin sem við ætlum að fara að spila næst. Að gera hreinsa spjaldið, blalam, og þá líður öllum vel. Heyrðu, ok. Ægi Björg Helgadóttir er ökklabrotin. Nei, heyrðu, ég ætla að taka mér hérna bessaleyfi. Bittu, bessaleyfi. Og hún segir sjálf, ég er að spila ökklabrotsspjaldinu. Hún veit hvað hún er að gera. Björg. Já. Af því þú ert ökklabrotin heima, ég get ekki ímyndað mér hversu vont er að vera ökklabrotin. Hefur þú ökklabrotnað? Aldrei. Hefurðu brotið eitthvað bein? Ekki, aldrei. Ekki heldur, 7, 9, 13. 7, 9, 13. Þá ætla ég að gefa þér, elsku Björg, páskaegg, bata páskaegg. Ég vona að þér batni og það grói heilt sem allra fyrst. Já. En Björg, hér er páskaegg fyrir þig. Þarf þá að merkja? Já, ég er búin að merkja. Búin að merkja. Ok. Hvað sagði hænan þegar bóndinn tók eggið hennar? Ég veit það ekki. Hvað sagði hann? Veit ekki, hvað sagði bóndinn? Ragnar, þú voru að koma með pönslægni. Já, það þýðir ekki að koma bara með eitthvað svona. Gátu, við erum ekki sérstaklega góð í gátum. Nei, hvað sagði hænan, geta hænu talað? Hvað sagði hænan þegar bóndinn tók eggið hennar? Veit það ekki. Ok, Ragnar, við byrjum spennt. Siggi, hent okkur í gang. Já, við erum sem að fara að spila ó-röðina. Já. Eða ó-röðina, ég kýs að kalla þetta ó-röðina. Já. Og við byrjum núna. Fyrsta talan er að detta í hús og hún er, haltu þið fast, ertu að halda þið fast? Ég er að halda mig fast. 69. 69. Og 69. Býttu nú við. 9 og halv, er det halv 3 eller er det halv 5? Er það spyrir mig? Já. På dansk? 23. Já, akkurat. 69 er talan sem við erum að vinna með. Næsta tala á mælendaskrá er komin í hús og hún er 67. 67. Ragnar, ég sé ekki restina af brandaranum. Oh my god. Kannski, þú verður að setja aftur inn svo ég geti klárað brandarann. Ragnar, ok. 66 er næsta talan. 66. 66. Ég held að Eva Rósa hafi fæðist talandi. Hún bara talar. Kemst ekki að með tölvunum minni. Já, ok, nú skil ég. Nú segi ég. Svo er henni ekki eins og hann hlusta. Hvað sagði hænan þegar bóndinn tók eggið hennar? Gagg. Þetta var hræðilegur brandari, Ragnar. Ragnar, ég verð að gefa þér. Þetta var, held ég, hræðilegasti brandari sem ég hef heyrt, en ég ætla samt að gefa henni. Það er ekki góð brandari, ekki? Ég er búin að reyna að tala hérna og þú svo kafun í símanniðinu og mátt ekki að hlusta á mig. En ég ákvað bara aðeins að hvíla mig. Ok.
Ok, Siggi, nú máttu halda áfram, Já, sorry. það er að gefa henni páskaegg fyrir Já, hennan brandara. já. Gaggbrandarann. Gaggbrandarinn, fær páskaegg. Hafið það þá bara þannig. Já. Allt í lagi. 66, 67 og 69 eru tölurnar sem eru komnar. 66 er nýjasta talan í óröðinni 66. 66, 67 og 69. Ok. Hverjum ætlaði að dotti í hug þessi leikur? Bingo. Já. Þetta er í raun og þú hugsa út í algjörlega sturlaða leikur. Já. Bara að lesa tölur og merkja. Ég veit það. Það er eitthvað við þetta. Það er að því að það geta allir spila bingo. Það er nefnilega frábæra við það. Og ég vona að fjölskyldan sé að sameinast yfir bingoinu í kvöld og hafa gaman, hafa huggulegt í þessu vonda veðri. 63 er næsta talan sem við erum að vinna með. 63. Að gera mitt að vera bara heima, það er vont veður, kórónan, eitthvað aðeins að láta aftur þessi kræla, en við samt vonum að það sé allt í lagi. Og svo náttúrulega eldgos og jarðskjálftar og eitthvað. Það er allt í gangi. Eldgosi sem að lætur bíða eftir sér. Hældi ég ef eldgosi myndi byrja hérna núna í beinni útsendingu, þá getum við breytt þessu í fréttaþátt. Já, það væri gaman. Það væri gamall draumur að rætast hjá okkur. Já. Já. Herðu, hvað er í símanum? Hvað ertu svona fyndið? Að því svari var ekki gagg, en alltaf leið, höldum áfram. Hvernig var brandarinn? Við þurfum að klára. Hvernig var það þessi brandari? Ég veit það ekki. Það hlýtur að detta inn. Já. Ok. Herðu, já, við höldum áfram. Og næsta tala. Loksins erum við komin yfir 70, 74. 74. Loksins, sko. Ó, já. Þetta er spennandi, Siggi. Já, nú það er orðið formlega bingo fært í óröðinni. Næsta tala er 65. Og 65. Já, í miklu uppáhaldi á mörgum. Já. Ok. 65. Þið ættuð að heyra vindinn, ég veit ekki hvort það heyrist hérna í útsendingunni, hvernig vindurinn gnauðar. Heyrðu? Það er rosalega vindur Já, ég ætla að fara út í glugga hérna. En að Siggi er út í glugga, þá þetta heyrist. ætla ég að henda næstu tölu í ykkur. Þetta er rosalegt. Og 68. 68 og 68. Og 68, það er rosa vindur. Já. Við minnum á það að fólk á að senda okkur SMS með ID-númerinu og nafninu sínu í símanúmerið á skjánum og það er komið bingo! Það er að hrúast inn bingo, Siggi. Give me 5! Nei, það má ekki gera. Jú, ok, við erum búin að vera að vinna svo mikið saman. Ok, gef mér það alveg lett. En þið sem að eru... Herru, það er Erla Bjarni aftur. Ok, Siggi, þá þeir sem tekur voru spjöldin. að detta hérna inn eru Þuríður, Guðmundsdóttir, Kristín Kreuer og Erla Bjarni. Kristín Kreuer, mér finnst það geggjað ættarnafn. Það er mjög flott, það er svona gáfulegt, svona, þú veist. Ok, Siggi, þú tekur spjöldin. Ég fer í spjöldin, við ætlum að byrja á því að sjá hvort að Þuríður sé ekki með þetta allt saman á hreinu, sem ég efast ekki um. Þuríður er með þetta allt saman á hreinu. Oh yeah, baby. Heldur betur, þannig að hún er með bingo. Svo er það Kristín Kreuer og ég efast ekki um að hún sé með allt á hreinu sömuleiðis. Sjáum hvað Kristín hefur fram að færa. Hún hefur bingo fram að færa. Það er bara svoleiðis. Og svo er það Erla Bjarni og við skulum sjá hvort hún sé ekki líka með bingo. Jú, hún er með bingo. Og hér er hún mætt Eva Rúsa Mílevits, sérstakur spila sérfræðingur og hún ætlar að draga út spjald núna fyrir Erlu. Erla! Þetta er fyrir þig. Þú veist, þú ert að segja ég sé lélugur að draga... Sorry Erla. Þú ætlar að finna eitthvað nýtt að gera. Hún var með líka bingo áðan því glataspil. Nei! Hverjar eru líkurnar Eva Rúsa Mílevits? Þuríður, þetta er fyrir þig. Já, sorry, þetta var Erla, Kristín og svo þetta Þuríður. Já, 10. 10. Þuríður. Allt mjög lág spil. Já. En Þuríður var sem sagt að næla sér í vinninginn fyrir óröðina sem að er heldur betur glæsilegur, eða hvað Eva Rúsa? Jú, það var þriggjarétta sælkeraveisla og máltíð fyrir 2 á Vogón og páskaegg. Komið sæl. Er það að grínast? En við ætlum nú að gera eitthvað skemmtilegt fyrir Kristínu og Erlu. Erlu. Erla, eigum ekki bara hendi í meðna númer 3? Já. Er það ekki? Jú, það er verið þá að borða þetta eins og ég var að tala um að borða þetta. Já. Eins og þú sé að borða bara rís eða eitthvað. Erla og Kristín. Með öllu innvolsinu líka. Með öllu dótinu? Já. Ok, við og
Kristín, þið fá báðar svona. Og svo ætla ég að gera eitt. Litli strákurinn hennar Svövu Steinars, hann er mikil vonbrigði, hann er 9 ára. Spennan er alveg að fara með hann. Við ætlum að gefa lilla kút. Og hvað ætlum við að gefa? Við ætlum að gefa honum páskaeggja með svona fullt af litlum páskaeggjum. Já, svona með að setja deila það svona nokkra daga. Já. Litli hennar Svövu Þú getur til dæmis borðað, þú veist, 1 á laugardegi, svo annað næsta laugardag og annan laugardaginn þar á eftir. Þetta er næstu 4 laugardagar, til dæmis. Já. Eða gefa með, það má líka gefa með. Það er mjög gott líka. Þú færð svona. Ok. Ó já. Þannig að Svava Steinars, þú varst að fá eitt svona lítinn kassa fyrir guttan þinn. Þannig að hann sé nú ekki allt og svektur eftir þetta bingo. Akkúrat. Svona virkar þetta bara. Já. En Siggi, nú ætlum við að fara að spila. Við ætlum að spila síðasta leikinn og það eru 2 raðir. Þú máttu velja hvaða 2 raðir við tökum. Og ég að gera það? Þú máttu ráða. Ég ætla að leyfa þér að ráða hvaða 2 raðir við tökum. Þú máttu velja vel. Og meðan þú velur, þá ætla ég að segja hvað er í vinning. Ég er búinn að velja. Ok. Ég ætla fyrst að segja, ef ég segi fyrst hvað er í velja. Já, gerðu það bara. Ok. Kokteilnámskeið í Selkerabúðinni fyrir 2. Mjög langar í það. Úr, ég ætla að ná í úrið. Úr frá 24 Iceland. Þetta er geggjað úr. Ég ætla að vona að sjáast almennilega. Ok. Ég held að eigi að sjást. Þetta er úr frá 24 Iceland. Og 2 páskaegg. Já. 2 páskaegg. Vá, þetta er rosa vinningur. Rosa vinningur. Og já, Siggi, þetta var flott hjá þér að sýna svona. Þannig að, já, Siggi, þú ætlar að segja hvaða röð við ætlum að fara að spila. B og O fyrir bó. Vá. Skal ég syngja fyrir þig, það sem aðrir í þau geyma. Meira mig, þó líði ár og... Já, þetta er þetta lag. Nei, þetta er bara að taka sirpu. Ég er að taka sirpu. Það geymir þú í heimsins braut öllum mig. Ég elska þig. Ok, Siggi, við ætlum að keyra þetta áfram. Já. Ertu að leiða mér? Nei, alls ekki. Alltaf leið, takk. Siggi, ég myndi aldrei vera leið á þér, þú veist það. Takk fyrir Askan. Að gera hreinsa spjaldið. Hreinsa spjaldið og gera sig kláran í síðasta leikin sem að er sem sagt 2 raðir, B og O fyrir bó. Bó. Það er ekki gó. Nema bó, segi gó. Æi, hann brast í grát. Æi. Bestu kveðjur. Já. Landsliði bingo er að spila núna. Það er svoleiðis. Já. Alrighty, við ætlum að byrja þetta. Við byrjum á fyrstu tölunni í B og O röðinni og... Við erum að spila báðar raðirnar niður. Þið þurfum að vera með allt í B og allt í O. Allt í B, allt í O. Já. Allt í B, allt í O. Það er stundum að endurtaka þetta, sko. Og fyrsta talan er komin í hús. Hún er 11. B, 11. Næsta tala er komin í hús. B er vinsælt í kvöld. Ertu til í þetta? Ég er til í þetta. Já. 14! B, 14! B, 14! Oh my god! Þetta er styrla sig. Ég átti ekki vona á þessari tölu, ég viðurkenna það. Svo komin tala í O-ið. Hún er 74. 74. 74 og svo er komin tala í B-ið líka. Hún er 15. Ég er að segja það, hæsta mögulega talan í B-inu er komin í hús. Og ég segja það líka. Ég held að tölva mín sé búin að, já, hún er komin í ganga aftur þannig að það geti parkera símanum mínum. Já, mér líður aðeins betur núna. Takk fyrir að veita okkur þessar upplýsingar. Gera mikið fyrir áhorfendur að tölvan þín virki. Nei, þá sé ég spjalli betur. Já, ég skil. Það þarf ekki verið að rýna hún í síman, skilji. Já, getur líka að hlusta á mig og svona. Já. Svo er það 8. B8. 8. B8. Því næst ætlum við að fara okkur yfir í O-ið. 61. Ég trú ekki að hafa sagt þetta. Hvað? Bara þessa tölu. B8? Nei. Þessa 9 tölu, 61. Er það upp á staðlega? Nei, bara ég setja bara ótrúlega á að skilja að hafa sagt þetta.
Þið veitir, maður þarf að vera svona spenntur við bingotölum. Já, ég skil þig, ok. Þú búið til spennu heima í sjómannssal. Já, heim í stofu. Nei, í stofu. Við erum í sjómannssal. Nei, já, við erum í sjómannssal. Hann virkar þetta víst. Hann virkar þetta, já. Jú, það er rétt ekki mín. Já. Ok. 68 er næsta tala. Og 68. 68. Tölurnar eru sem fyrr, hérna niður á skjánum. Já. Þú getur farið yfir þetta í rólegheitunum að gera hafa þetta allt saman á hreinu. Já. Næsta tala er talan sem ég kynni alltaf í bingo-þáttunum sem tölun hans Beckhams. Talan er 7. Ó, ég var að giska. Já, nei, ok, ég sá þetta reyndar á skjánum. Ég var ekki að giska. Það veit líka að tala hans Beckhams 7, það ekki. Var þetta ekki einu svona að fylgjast með fótbolta til að vita þetta? Ég veit það. Svo verð ég að gera 007 innan líka. Já, varst að improvisa. Flottastur. 69 er næsta tala og 69. 69 og 69. Nú ferist fjör í leikinn, segir Kristinn Jón Eysteinsson. Kristinn, það er alveg rétt hjá þér. Hann kom með frábæran brandara líka. Hann Kristinn? Það er svona gátu, já. Okay. Hvernig eru egg beint úr bónda? Vil ég vita svarinu? Hvernig eru egg, veistu, hann er að búa þetta til. Já. Hvernig eru egg beint úr bónda? Vil ég vita svarinu þessu? Páskaegg. Það er Kristinn, þú var að vikina. Þetta er búið til á staðnum. Þetta er búið til, þessi heima tilbúin. Ég er ekki alveg að ná honum. Grétar Ævarsson segir, hvað sagði kýrin þegar grasið var búið? Hei! Þetta er egg. Þetta er egg. Þetta er hérna Nei, taktu hérna gula kassan. Nú? Já, hendum einum svona nýja. Oh my god! Þetta var góður. Svo skal ég hafa páskaöl fyrir þig. Grétar Ævarsson, þú varst að fá páskaöl fyrir þetta. Hei. Hei. Erum við ekki að vera að gefa hérna beint frá bónda páskaeggja brandaranum? Jú, hendi hann svo sem eggin. Erum við ekki með neitt standard í það? Jú, bara einn svona lítinn egg. Þetta var svona heima tilbúið, þannig að hann fær. Kristinn Jón, þú fær lítinn kassa af eggjum. Lítinn kassa á lækjarbakka. Ég verður að hætta að syngja, ég veit það. Ég get ekki hætt. Kristinn Jón, hann fær páskaegg. Og Siggi, nú ætlum ég að leyfa þér að halda áfram með tölurnar. Nei. Já, nú ætlum ég að leyfa þér að halda áfram með tölurnar. Já, áttu að gefa borgarlínuna líka? Já, við erum að gefa borgarlínuna líka. Vá, geðveikt. Ég væri geðið til í hana. Herðu, við höldum áfram, já. 65 er næsta tala. 65. Yes. Það er svo gaman að þessu. Þetta skot gengur hjá okkur. Þannig séð, skilur. Herðu, upp á tala mín. Já. Þetta er lukkutala mín, ég er ekki grínast. Ég er fæddur þann 10. Og talan er 10. B10. B10. 10. Hvað heldur? Þú ert sumarstrákur. Júlí. Akkur veit ég ekki hvernig þú ert afmæli? 10. janúar. Já, þú ert rétt á eftir mér. Æ, það er svo mikið sól í kringu þig. Þú ert 5. Já. Ég vissi það næstu því samt. January babies. January babies, steingetur. Þess vegna erum við eins og við erum. Já. Það er svoleiðis. Lestu stjörnuspána þína? Já, alltaf. Alltaf. Og hvernig gengur? Mjög vel. Ok, gott. Spot on. 73 er næsta tala. 73 er næsta tala. Hvað er að gerast í þessu spjalli? Herðu, það eru bara... Já, þetta voru strákarnar hans sem áttu hennar brandara hans Kristins. En hann flotta brandara með páskaeggi og bóndan. Þá er þetta geggjaður brandari. Þá er þetta geggjaður brandari. En það fekk að páskaegg? Já, strákarnir fá eggin. Já, hvað er margir? Strákarnir eiga, já. Hann á nú ekki fleiri en 4, heldur það? Kannski á 5, 6, þá bara græjum við auka. Já. Næsta tala er 73. 73, ég hef búin að lesa það upp. Þannig að þá er það 66. 66. Og 66. Sko, nú er orðið bingo fært í báðum röðunum. Já. En við býðum spök og förum næst yfir í 5-ið. B5. Hann er búin að loka B5. Afmælisdagur minn. Og Björg Helgadóttir á líka afmæli 5. janúar. Nei, herðu, Björg Helgadóttir.
Hvað erum við að fara í eitt svona handa Björgu Helgadóttur? Já, why not? Af því að Björg Helgadóttir á sama afmælisdag og þú og B5 var að koma upp sem fyrsti stafurinn í nafninu hennar og afmælisdagurinn hennar. Tilvíðanirnar eru ótrúlegar hérna í kvöld. Þá farðu páskaöl og appelsín. Já. Svona mér langar í páskaöl og appelsín líka núna. Já, ég skal bara kaupa svolítið fyrir það eftir sig. Ok, takk. Maður bara splæsir á kallinn, maður splæsir á vin sinn, sko. Þú ert svo góð. Ég veit það. Og ég er líka búin að ná í næstu ótölu fyrir þig. Sem að er 72. 72. Ok, núna gæti fara að detta bingo hjá okkur, Siggi. Hver veit, þú sendir skilaboð með nafninu og ID-númerinu í bingo síman og við komum vinningnum áleiðis. Já. Er eitthvað meira að gera til spjalli? Er einhver sem á skilið einhvern smá vinninga? Það er svo gaman að dæla út svona vinningum. Það er ekki komið. Nú eru þau farin að... Þau eru farin að rífast? Nei, þau eru farin að plana partí. Mér líst vel á þau. Þetta er svona partíljó. Er okkur boðið það? Já, það hlýtur að vera, annars bara mætum við. Já. Mætum óboðin. Við erum starfsmenn. Við erum starfsmenn eftir þetta kvöld. Sé þar. Já. Ok. Herðu! Nei, það er komið bingo í bingo síman. Ég get svo svarið það. Það er komið bingo í bingo síman. Marta var að ná í bingo. Býtu, eru fleiri? Jú, Marta. Ok, tjekka hvort hún er með. Ok, þá skulum við sjá. Þetta er ótrúlegt. Já, það er ótrúlegt að skula vera að fá bingo. Við erum ekkert mikið í því. Bingo. Og Marta er... Come on everybody and do the conga, taka, 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 gong, 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 gong. Hún er með bingo. Hún er með... Ég er búin að segja. Bingo. Ég langar bara að vera svolítið dramatísk. Kanntu þetta hérna? Býtu, sér svona. Summa gitansi... Nei, já, býtu, nei. Æ, ég man ekki alveg hvað, summa gitansi... Herðu, já, við erum svona aðeins að tefja lopan ef einhver fleiri skildi vera konum með bingo. Já. Mér hef alltaf langaði mig til þess að geta verið ógeðslega góður í svona. Ég var rosa góð í þessu. Eitthvað svona með tyggjó. Já, ég var... Ég var svo... Er þetta ekki svona löngufrím og nóta dæmi? Jú, ég var svo. Og veistu hvernig ég leit út? Hvernig? Með gleru í bandi og indjónafléttur. Rosa dúlla. Marta, ætla Marta að vera eina með þetta? Að Marta sitja ein með þetta, ég trúi því. Veistu það, á meðan við býðum að hvort það séu fleiri að detta inn með bingo, þá langar mig að við séum með, við gefum honum Degi Inga, 6 ára, hann er límdur við skjáinn. Ég vil að gefum honum eitt svona lítinn páskaeggja. Dagur minn. Dagur, 6 ára, Dagur Ingi, sem er þá sonur hans Kristján Ólafsson. Kristján Óla. Dagur. Sérðu, Dagur. Þetta er þú að fá. Því aðeins, Jón Ásgeir segir, hann segir það er alltaf ákveðin skellur hér í stofunni heima, það vantar alltaf eina tölu á gamla þegar einhver meistari hvað bingo, það er ákveðin skellur. Sko ég er bara með eitthvað svona policy, ég vil ekkert eitthvað, þú veist, fá Jón Ásgeir upp á móti mér, sko. Nei, við hefum ekki, hendum í hann, ég hef ekki hendi hann. Nei, Marta mætt! Marta grína! Þá mættu hérna í stúdíói. Þetta er Marta sem var að ná sér í aðleggingin. Ekki plott, sko. Já, þú segir okkur það. Er það djók í mér? Það er engin annar búinn að senda. Það er engin annar búinn að senda. Er engin annar búinn að senda? Nei. Vá, Marta, þetta er ótrúlegt. Geggja Marta, til hamingju með þetta. Það er ótrúlega fyrir þessi í gangi. Kannt þú þetta hérna? Já. Nei, hérna. Nei. Svona. Hann er ekki. Svona. Svona. Nei. Nei. Akkurat. Hér er eina sem að læra það. Já, þið fáðu ykkur kaffi hérna eða kaffitár. Ok, þetta var áhugavert í streymisbingóinu, fjarbingóinu kom svo bara vinningshafi. Þetta er í fyrsta skipti í streymisbingói sem svona kemur fyrir. Þið er að vera vitni að bara heimsmeti þetta. Já, ótrúlegt. Heyrðu, Marta vann en ég ætla að gefa Jón Ásgeir. Já, ég ætla ekki að fá Jón Ásgeir på móti mér. Nei, hann fær páskaöl. Páskaöl, já. Hann skal hafa Jón Ásgeir, hann fær páskaöl og Siggi, þá held ég að þetta sé bara Yes!
Ég held að, Jón Ásgeir, þú fær þetta fyrir að vera alltaf með eina tölu eftir hvern einasta leik og aldrei fá bingo. Akkurat. Það bara svona sem við Siggi vinnum. Það nákvæmlega svona sem við Siggi vinnum. Svona við erum svo góð. Já, ég veit það. Góð. Og þetta búið að vera gott bingo. Já, þetta er bara mjög gott bingo. Ég vona að allir gangi sáttir frá borði. Já. Við Siggi erum það svo sannarlega. Siggi, ég elska að vera með þér. Ég sömuleiðis. Og ég elska að vera með mínu fólki þarna hjá Reykjavíkurborg. Akkurat. Þú byrjar í Kópavogi, en ég bý í Reykjavíkurborg og er stoltur útsvarsgreiðandi í Reykjavík. Greiði hér alveg útsvarið svoleiðis bara, yes, ég er að fá greiða útsvarið í Reykjavík. Já. Þannig að Mamma og pappi er með fyrirtæki í Reykjavík, þannig að við erum nánast bara, við erum komið reykjavík.is, @reykjavík.is. Akkurat, það svoleiðis. Siggi. Takk fyrir kvöldið. Takk fyrir kvöldið. Þið heim í stofu, takk fyrir kvöldið, vonandi skemmtið þið ykkur vel og við skemmtum okkur ótrúlega vel. Vonandi skemmtið ykkur vel. Inn í tjaldi, út í tjaldi. Ok, hættum þessu. Já, ok. Já, bless.